Ja, Margrét, 60 tap hjá þínum konum fyrir Grindavík í Madrid Garðabæjarhöllinni í dag. Hvað fyrir úrskeiðis? Kannski fer ekkert úrskeiðis, ekki beint. Við höfum náttúrulega ekkert endilega á góðum degi að rúlla yfir Grindavík, alls ekki. En kannski hræðir mann að þær eru núna að fara að fá kana og við erum ekki að sigra þær kana lausa, sko. En það er bara að vinna sem við þurfum að einblína á og við vorum svo sem ekkert endilega að fókusa allt of mikið á þeirra leik. Við erum að vinna í okkar ennþá. Mér fannst svona kannski helst klikka hjá okkur í leikskipulaginu er að við vorum ekki að halda þeim af línunni, vítalínunni, eins og okkur langaði að gera. Plús að við vorum að hlaupa úti og græja og gera í vitlausa leikmenn, ekki þessa 3 sem ég var búin að svo sem leggja línuðu með að mætti ekki skjóta og já, ætluðum að loka teiknum, gerðum það ágætlega að mínu viti, en margt annað klikkaði. Við tókum þær í frákastofnum sem var líka eitt af markmiðunum, en það dugar ekki til þegar hitlið er alltaf á línunni. Ég veit ekki hvað er skórið mikið úr af vítapunktinum, en leikurinn er klárlega þar. Við vorum ekki að fá Viltist, en náttúrulega fyrir þennan leik þá eru liðin jöfna stigum í 3. til 4. sæti deildarinnar. Þeir eru að koma 4 og 7 leikjum röð, það er unni bara sem síðasta sem skiptir ekki öllu máli, en það var svona, þær voru skrefin á undan, þeir náðu því í nokkuð skipti, en náðu samt einhvern veginn ekki að halda áfram. Komist aldrei yfir fjallið. Auðvitað er alltaf erfitt að vera að treyla og ég meina bara gömul klisja, alltaf erfitt að vera alltaf að reyna að ná, en við svo sem, já það var eitthvað skrítið, við hefum ekki gert ráð fyrir því bara fyrirfram. Mér fannst við allt og oft vera að bara ströggla í sókninni með fullt af hlutum og það okkur nefn fylgdi þegar við vorum að ströggla í sókninni þá fengu þær það að hlaupa á okkur og þær náðu svolítið góðan kafla þarna í 2 skipti með ágætis áhlaupi á okkur og það og vítahitnin er að við erum frekar jöfn liður, svona öllu jöfnu, en þetta eru bara 2 þættir sem við erum ekki með í okkar leik. Við náðum aldrei hraðahlaupum eiginlega, eða miklu færri og við erum heldur ekki að enda á línunni einhver hluta vegna. Við erum látið ýta okkur svolítið út úr draslinu okkar og Grindavík hefur nú verið frægt fyrir lýsið og góður styrktaraðilega þar og það er ekkert skrítið. Þær eru bara drullu sterkar og duglegar og ég bara gef þeim fullt af hrósi. Og eins og þú segir, er Grindavík liðið sem var á sama stað og þið í töflunni er að fá sér erlendan leikmann eins og reyndar fleiri lið í deildinni en sérðu einhverja gjá myndast þarna á milli vegna þess að ætla Stjarnan að fara? Nei. Er eitthvað að fara að gerast á morgun í leikmannamálum? Nei, við erum ekkert að fara í þetta svokallað, hvað maður segja, höfrungahlaup. Við erum ekkert að stefna upp. Við vorum ekkert að stefna upp í vetur. Við erum búin að koma sjálfum okkur skemmtilega óvart við að vera þarna akkurat núna. Og við ætlum bara að njóta þess meðan það er, en við erum að vinna í okkar leik og okkar plönum og við ákveðum mjög snemma, eiginlega það var skipulagið fyrir þennan vetur að nota þetta sem einhvers konar bara æfingamót fyrir næsta vetur. Og þá er kannski hægt að spýta í lófana og við erum að fá yngri leikmenn komandi upp sterka og verður meiri samkeppni og meiri þéttingu hópnum sem er nú þegar mjög þéttur og leiðilegt að koma ekki öllum að og það er nú eitt, mann er ekki alltaf að spila öllum en svona er þetta bara. Hamar Þór, sameinanlið í næsta leik, hvernig líst þér á það? Við töpuðum fyrir þeim síðast, við reyndar, hvað maður segja, já, bara klikkuðum á síðustu 2 mínútum með unnileik í höndunum, þannig að það er svolítið harma að herna þar og verður svolítið skemmtilegt fyrir stelpurnar að tækla það. Þú mætti brjálaða til leiks? Ég myndi, það þýðir ekkert að tala um mig, ég hef náttúrulega mætti alltaf brjálað til leiks, en þú veist, það er líka bara eitthvað sem það er fyrir að læra. Það er ekki alveg skít saman, sko. Það er svolítið hollt og gott. Frábært, takk.